ekki láta sólina setjast yfir reiði þína. Það talaði þetta í Efesusbréfinu í 4. kafla og það líka talaði það að við eigum ekki að láta nein fúkyrði líða af okkar munni, heldur eitt það sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Og þetta þýðir einfaldlega að við eigum að passa upp á orðin okkar og passa upp á hugsanirnar okkar og vanda okkur þegar við erum að velja okkar hugsanir og þegar við erum að tala út orðin okkar. Og þetta sérstaklega mikilvægt á kvöldin þegar við erum að fara að sofa, að skoða hvað eru síðustu hugsanirnar áður en ég fer að sofa. Er ég að leggjast á koddann og þá bara byrjar einhver þvottavél og ég er að hugsa bara einhver rifrildi eða gömul áföll eða vinnuna daginn eftir og öll verkefnin sem ég á eftir, er ég að fara í streituhugsanir, kvíðahugsanir, áfallahugsanir, neikvæðar hugsanir, hvað að gerast innan með þér, því að þeir hugsun og orka. Og ef að síðustu hugsanirnar sem við förum með upp í rúm að sofa, síðustu hugsanirnar áður en við förum að sofa eru mjög neikvæðar og óheilbrigðar, þá það orkan sem við förum inn í nóttina með og þá það sem að hugur okkar og hjart okkar alla nóttina að vinna úr. Þetta svona eins og síðustu skipanirnar inn í hjarta og inn í undirmeðvitund okkar fyrir svefnin eitthvað neikvætt og slæmt. Og það sem að verra við þetta heldur en til dæmis yfir meðan daginn þegar við erum að hugsa mjög neikvæðar hugsanir að við erum að manifesta þetta. Þetta eru síðustu skipanirnar sem við förum með fyrir svefnin, einhverjar áfallahugsanir eða rifrildishugsanir eða kvíðahugsanir og þá það sem við erum að manifesta að skapa inn í lífi okkar alla nóttina meðan við sofum. Undirmeðvitundin er alltaf vakandi, þannig að gríðarlega mikilvægt, eins og segir þarna í Efesusbréfinu, ekki leyfa sólinni setjast yfir reiðina og þá líka við gremju, kvíða, ótta, streitu, depurð, og svo framvegis. Það bara í rauninni myrkrið. Þannig að mér langar til þess að hvetja til þess að halda áfram að vinna með hugsanir þínar eins og við erum búin að vera að gera núna undanfarna daga. Og þegar þú leggst upp í rúm á eftir eða á morgun, næstu nótt, bara leggur huga á koddann og bara hvað ég að hugsa núna? Taka eftir, það bara fyrsta skrifið, bara taka eftir hvað ég að hugsa núna? Eru þetta hugsanir sem eru gagnlegar? Eru þetta hugsanir sem eru fullar af friði, kærleika, þakklæti, gleði, allsnægtum, árangri sem orkan sem við viljum vera að framleiða innan með okkur, eða eru þetta streituhugsanir, kvíðahugsanir, neikvæðar hugsanir eða það sem ennþá verra neikvætt sjálfsniðrif. Munið hvað sagði, tala eitt það sem til uppbyggingar. Við erum að tala það sem uppbyggjandi, það sem hvetur, það sem gott, ekki bara til annara, heldur líka til okkar sjálfra. Það gríðarlega mikilvægt. Þannig að það sem mér langar til þess að kenna þér núna mjög kröftug æfing og það rauninni bara þetta tekur bara nokkrar sekundur en þetta hefur rosalega mikil áhrif, jákvæð áhrif á okkur. Það að taka bara lítinn miða, bara svona lítinn miða og skrifa 3 krafthugsanir eða jákvæða sjálfsuppbyggingu og það getur til dæmis verið og það eitthvað sem þú vilt sérstaklega vinna með, eitthvað sem hefur tekið á. Það getur verið fjárhagurinn, það getur verið heilsan þín, það getur verið fjölskyldaðin, makiðin, börnin þín, tengslin þín, sambandið, það getur verið hvað sem bara eitthvað sem þú vilt leggja áherslu á. Og ég vil að þú skrifir það í nútíð eins og sem þegar orðið. Segjum svo að ég vil kannski bæta fjárhaginn minn og þá myndi ég skrifa krafthugsun sem segir ég lifi í allsnægtum og mér gengur stórkostlega vel fjárhagslega. Svo annað sem vil kannski ná árangri með mataræði. Það getur til dæmis verið ég í heilbrigðari kjörþyngd og mín heilbrigða kjörþyngd x kíló. Svo einhver annar sem vill öðlast betri svefn og hann getur sagt leið og ég legg höfuð á koddann þá sofna ég fljótt og ég sef vel alla nóttina. Svo kannski einhver annar sem vill ná árangri með að
öðlast meiri frið. Það getur bara verið, ég er með frið í hjartanu og það er friður í sálinni minni og ég er friðsæl manneskja. Þannig að þetta er svona kraftmiklar jákvæðar hugsanir í nútíð eins og sé þegar orðið. Og svo skrifar á svona 3 hugsanir á hana litla miða, bara geymir hann á náttborðinu og þetta er það sem ég kalla gullhugsanir. Þetta eru gullhugsanir, síðustu hugsanina fyrir svefnin, út af því að þær eru ekstra dýrmætar og ekstra verðmætar og þess vegna þurfum að passa vel upp á þær. Þannig að síðan þegar þú leggst upp í rúm á kvöldin að þá tekur þau bara miðan á náttborðinu og lest hann yfir nokkur sinnum. Bara lest þetta yfir. Og því ofta svo lest þetta og ef þú lest þetta aftur og aftur og aftur, þá byrjar þetta að fara ekki bara inn í hugan, heldur inn í hjartað og þú fara að trúa þessu. Og þú eru farin að trúa þessum krafthugsunum. Þá ertu komið með svona nýtt forrit í undirmeðvitundina eða nýja trú í hjartað sem er svona mjög sterk orka og þá eru þessar hugsanir að koma úr þessari trú sem eru bara sjálfkrafa. Þú veist, þessar automatísku sjálfvirku hugsanir sem koma bara aftur og aftur og aftur á þess að þú þurfur að hugsa það vísvitund og ásetningi og þá er þessi nýja hugsun í rauninni bara að vinna sjálfkrafa innan með þér í að kraftbirta að manifesta þess að þú vilt fá fram í þínu lífi. Og þetta er leiðin til að breyta okkur, það segir í orðinu að við eigum að umbreytast með breyttu hugafari og það er lykilleiðin. Ef við viljum breytast þá þurfum við að breyta hugafarinu og við byrjum bara á litlum skrefum og síðan smátt og smátt vinnum við meira og meira með það. Takk fyrir mig og góða nótt og mundu eftir þínum gullhugsunum á hverju kvöldi og þá muntu sjá bætta líðan og breytingar mjög hratt.